Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Friður Guðs sé með okkur öllum sem erum hér samankomin til að kveðja mæðginin Björn Þór Kristjánsson og Grétu Björnsdóttur. Dýrmætt samferðafólk sem að bæði lögðu sig fram að láta gott af sér leiða fyrir samfélagið. Mikill missir fjölskyldu og ástvina allra sem kveðja hér í dag og við biðjum góðan Guð að senda þeim styrk og umvefja þau kærleika sínum. Bálför Björns Þórs fór fram í Reykjavík í síðastliðinni viku. Að athöfn lokinni hér í dag munu kistan og kerið standa hér fyrir utan kirkjuna þar sem að þið geti gengið að, krossað yfir og átt kveðjustund. Að því loknu öllum viðstöddum boðið að fara niður í félagsheimilið hér á Blönduósi þar sem verður boðið upp á veitingar frá BOS. Klukkan 16:30 verður haldið af stað frá félagsheimilinu í Þingeyra kirkjugarð þar sem duftker Björns Þórs verður sett niður. Þangað eru þið öll velkomin. Kerið hennar Grétu verður sett niður síðar. Hingað á kveðjustund hafa borist fallegar og góðar kveðjur frá þeim sem ekki áttu heimangengt. Innilegar samúðarkveðjur, kæra fjölskylda, hugur minn hjá ykkur, Inga Heiða Halldórsdóttir. Systkinin frá Vindheimum senda innilegar samúðarkveðjur og minnast einstaklega traustrar og góðrar vináttu og samskipta milli heimilanna í gegnum árin. Innilegar þakkir fyrir góðvild
og hlýjar æskuminningar. Kærleikskveðja, Erna Arnarsdóttir. Hlýjar samúðarkveðjur til fjölskyldunnar senda Inga Þórunn, Þorsteinn, María, Hannes og Ingunn. Systurnar frá Skeggstöðum senda aðstandendum innilegar samúðarkveðjur. Íris á Hamri biður fyrir hlýjar og kærar kveðjur og segir: Greta var mér svo góð þegar ég fékk að gista á Húnstöðum hjá Mæju og Björn Þór svo skemmtilegur, sjarmerandi og stríðinn stóribróðir Mæju. Minning þessi góðu mæðgin lifir í mínu hjarta. Rafn Þorsteinsson og Katrín Jósefsdóttir senda sínar innilegustu samúðarkveðjur. Kær kveðja barst frá Birgi og fjölskyldu á Uppsölum. Innilegar samúðarkveðjur til allra aðstandenda frá Ottó Birni Erlingssyni og fjölskyldu í Reykjavík. Kolbrún Sigfúsdóttir sendir kærleikskveðju. Hugur hennar hjá ykkur öllum. Elsku fjölskylda, sendum innilegustu samúðarkveðjur. Megi allir vættir styrkja ykkur og styðja á þessum erfiðu tímum. Rabbi og Kata. Innilega samúðarkveðju senda Magnús og Rósa á Egilsstöðum. Guðmundur Halldór Sigurðsson frá Guðlaugsstöðum og fjölskylda biðja fyrir kveðju til aðstandenda. Haraldur og Sveinfríður, dætur og fjölskyldur þeirra, fyrrum ábúendur á Grund, senda hugheilar samúðarkveðjur til allra aðstandenda, með þakklæti í hjarta fyrir öll góðu árin.
Við skulum biðja. Kærleikans Guð, við biðjum þig að blessa þessa kveðjustund og okkur öll sem komum saman hér í dag. Láttu okkur finna það og reyna að þú ert engum nær en þeim sem líða og syrgja. Þú ert með okkur öllum stundum og fylgir okkur í gegnum dali sorgarinnar. Hjálpa okkur að finna huggun í orði þínu og fyrir heiti upprisu og eilíft líf. Nú þegar við kveðjum Björn Þór og Grétu með djúpu þakklæti og virðingu. Þú hefur verið hjá þeim og við vitum að þú sleppir ekki hendi þinni af þeim og þú yfirgefur okkur aldrei. Öll erum við í þinni hendi og ekkert getur gert okkur viðskila við kærleika þinn. Amen. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf, sýndu honum saknaðar ljóð. Vanga hans blíð, vermir þú sól, vörum mjúkum, kysstu hans brá, ástarorð, hvísla mér frá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóða, flytjið honum í indælum óði, ástarorði. Heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við bar, þar til svefninn sígur á brá, draumheimi í. Dveljum við þar, daga langa, saman tvö ein. Heyr mínar bænir og þrá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóða, flytjið honum í indælum óði, ástarljóð mín. Heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við bar, þar til svefninn sígur á brá, draumheimi í. Dveljum við þar, daga langa,
Í Davíðs sálmum segir: Drottinn, til himna nær miskunn þín, til skýjanna trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem hæstu fjöll, dómar þínir sem regin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú Drottinn. Hversu dýrmæt er miskunn þín, ó Guð. Mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af nægtum hús þíns og þú lætur þau drekka úr lækjum unað semda þinna. Því að hjá þér er uppspretta lífsins. Í þínu ljósi sjáum vér ljós. Amen. Postulinn ritar: Ef einhver er í Kristi, er hann orðinn nýr maður. Hið liðna varð að engu, nýtt er orðið til. Allt er frá Guði, sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Amen.
Ég býð þeim sem auðvelt eiga með og treysta sér til að rísa úr sætum og við heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munuð sjá mig því að ég lifi og þér munuð lifa. Amen. Greta Björnsdóttir fæddist 28. júní 1943 á Blönduósi. Foreldrar hennar voru Björn Blöndal Kristjánsson frá Brúsastöðum í Vatnsdal og María Sigurlaug Þóra Jónsdóttir frá Húnstöðum. Systkini Gretu voru Sigurbjörg Margrét og Jón Benedikt. Eiginmaður Gretu var Kristján Sigfússon. Kristján fæddist á Grýtubakka í Höfðahverfi við Eyjafjörð 30. september 1934. Hann lést 12. júní 2013. Blessuð sé minning hans. Foreldrar Kristjáns voru Jóhanna Erlendsdóttir frá Hnausum og Sigfús Hermann Bjarnason frá Grýtubakka. Björn Þór var elstur þriggja barna Gretu og Kristjáns, fæddur á Blönduósi þann 3. maí 1963. Hann lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut 10. febrúar síðastliðinn. Fyrri eiginkona Björns Þórs var Elín Rósa Bjarnadóttir. Börn þeirra eru Bjarni Freyr, giftur Tinnu Lárusdóttur. Börn þeirra eru Viktor Elí, Ólíver Nói, Mikael Leo og Elvar Örn. Greta María, barnsfaðir hennar er Þorri Snæbjörnsson. Börn þeirra eru Kristján Snær og Snæbjört Ylva. Kristján Ingi,
Sambýliskona hans Edda Laufey Bjarnadóttir, barn þeirra Guðrún María. Yngstur Eiríkur Þór. Eftirlifandi eiginkona Björns Þórs Sandra Kábrín, fædd 21. febrúar 1973 í Litáen. Foreldrar hennar Petronelle Lingiene og Algirast Lingis. Þau búsett í Litáen. Börn Söndru af fyrra hjónabandi Kládía, Sálus Saliamonas og Valdas. Yngri systur Björns Þórs Sigurbjörg Hvönn, gift Sigurði Hannesi Magnússyni. Börn þeirra María og Hrafn. Og Jóhanna María, gift Pétri Erni Magnússyni. Börn þeirra Magnús Arnar, Kristján Þorri, Egill Örn og Katrín Hvönn. Björn Þór ólst upp á Húnstöðum og átti þar sín uppvaxtarár. Árið 1987 festu hann og Elín barsmóðir hans kaup á sinni fyrstu íbúð í Hraunbæ. Árið eftir hófu þau byggingu íbúðarhús á Húnstöðum sem þau fluttu í árið 1998. Þar bjó Björn Þór alla tíð síðan og var staðurinn honum afar kær. Björn Þór gekk í Húnavallaskóla og dvaldi þar á heimavist en lauk grunnskólagöngu sinni við grunnskólann á Blönduósi. Hann útskrifaðist sem búfræðingur frá Bændaskólanum á Hvanneyri árið 1982 og lauk síðar prófi í skipstjórn frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík. Snemma hóf Björn Þór sjómennsku og var til sjós allt til ársins 2005. Lengst af var hann skipstjóri á frystitogaranum Andvara frá Vestmannaeyjum. Hann sneri sér síðan að fjölbreyttum störfum í landi, meðal annars byggingarvinnu. Hann tók við rekstri ferðaþjónustu á Hveravöllum og síðar rak hann Hótel Húnavelli árabil. Árið 2007 opnaði hann veitingastað á Blönduósi sem í dag ber nafnið B&S. Björn Þór var vel liðinn af starfsfólki sínu og augljóst að þeim þótti vænt hann. Mikill drifkraftur einkenndi Björn. Hann var vinnusamur og þjösnaðist oft áfram því hann vildi láta hlutina ganga hratt fyrir sig. Hann var ósérhlífinn og vílaði ekki fyrir sér að takast á við stór verkefni og sýndi hann oft mikla þrautseigju við vinnu sína. Hann var hugmyndaríkur og var yfirleitt með einhverjar nýjar hugmyndir á teikniborðinu. Fyrir kom að hann var allt í einu kominn í vinnu þegar hann var á ferðalagi erlendis. Alveg óvart, svo mikið var kappið. Sem barn var Björn Þór uppátækjasamur og mjög stríðinn. Hann hafði alveg sérstaklega gaman af því að hleypa lífi í kringum sig og fékk oft bágt fyrir. Þegar hann var 5 ára var hann eitt sinn staddur í beinakeldurétt. Einhver hjálpaði honum á bak á Jarpi sem var reiðhestur pabba hans en Kristján var ekki staddur þarna. Hesturinn var viljugur og óþolinmóður að komast heim og rauk strax af stað með drenginn sem réði ekkert við hestinn. Einhverjir skelltu sér á hestbak og hófu eftirreið. Ætluðu sér að ná hestinum en Jarpur jók bara hraðan þegar hann varð var við aðra hesta og eftir sér. Og þannig sáust þeir félagar, Björn Þór og Jarpur, fara á yfirferðabrokki út allan veg. Björn, afi Björns Þórs, var staddur á Skinnastöðum, 3 kílómetrum framan við Húnstaði. Hann sá til þeirra á veginum, snaraðist upp í bílinn sinn og keyrði í veg fyrir hestinn
og náði að stöðva hann. Björn Þór var bara hinn hressasti, sagði að hann réði nú ekkert við hestinn og leyfði honum því bara að hlaupa. Fannst þetta ekki mikið mál. Þarna strax komnir í ljós eiginleikar sem hann bjó yfir alla tíð, óttaleysi og áræðni. Uppátækjasemin fylgdi honum og einhverju sinni voru þeir Björn Þór og Pétur mágur hans að koma ríðandi úr auðkúlurétt. Þeir komu við á bæjum og voru búnir að fá sér örlítið í aðra tána. Þegar komið var að akri, þá gerði Björn Þór sér lítið fyrir, reið upp allar tröppurnar og bankaði upp á. Það var upplit á heimilisfólkinu þegar það opnaði dyrnar. Björn var einstaklega barngóður og nennti alltaf að bardúsa eitthvað með börnum. Alltaf nennti hann til dæmis að keyra með litlu systur sínar út á Blönduós til að kaupa nammi eða gefa þeim ís. Barnabörnin vildu svo alltaf fara upp eftir, þar sem iðulega var boðið upp á ís og ávexti. Björn Þór var svo duglegur við að fara með þau í göngutúra, út í Gunnfríðarstaðarskóg, út í Hrútey og í Selvík. Börnin hans uppgötvuðu snemma að það væri gott að biðja pabba eitthvað ef að mamma var búin að banna það. Til dæmis ef að ekki mátti fara á einhvern hest, þá var gott að spyrja hann því að hann leyfði allt. Eitt sinn setti Björn Þór son sinn Kristjáninga á velviljugan hest, en það sem verra var að hann var líka hrekkjóttur. Leið og Kristján var kominn í hnakkinn, rauk hesturinn af stað með miklum látum. Þeir voru svo ekki sammála feðgarnir framhaldið. Annar vildi af hestinum, en hinn vildi láta hann reyna áfram. Pabbinn sennilega meiri glanni en sonurinn, en blessunlega var nú engum meint af þessu ródeói. Greta móðir Björns rifjaði upp eftirfarandi minningu hann í síðustu viku. Þegar Björn Þór var unglingur komu reglulega skip erlendis frá sem lönduðu á Blönduósi og menn úr nágrenninu unnu við löndunina. Björn Þór fór oft með pabba sínum í þessa vinnu. Einu sinni voru þeir feðgar að leggja í hann og þá kom Björn Þór með svefnpokann sinn og tösku. Sagðist vera að fara til Noregs með skipinu sem væri í Blönduósi. Það urðu smá orðaskipti sem enduðu þó á því að Björn Þór fór með skipinu sem hafði komið á Blönduós líkt og hann ætlaði sér. Þegar hann sneri heim, dró hann upp 4 kristalspúrtvínsglös og færði mömmu sinni. Örlæti var einmitt einkennandi þáttur í fari Björns og hann var höfðingi heim að sækja. Alltaf riggaði hann upp góðum veitingum ef gesti bar að garði og veitti vel, bæði heima og á veitingastaðnum sínum B og S. Hann var hjálpsamur og alltaf reiðubúinn að gefa af sér. Skipti þá engu hvort var að ræða vinnu, mat, fjármuni eða annað. Honum var eðlislegt að láta gott af sér leiða til samfélagsins, en var leið afskaplega hógvær og ekkert fyrir að flíka því, þótt hann léti eitthvað af hendi rakna til góðra málefna. Frá árinu 2014 hefur hann haldið út í kótilettikvöldum hér á Blönduósi í samstarfi við Valdimar Guðmundsson, hann valla okkar Húnabyggð, og hefur samstarfið gengið með einsdæmum vel. Haldin hafa verið rúmlega 50 kótilettukvöld með 5.000 gestum. Valli vildi koma því á framfæri að það sem upp úr stendur eftir þetta farsæla samstarf sé jákvæðni og lipurð Björns Þórs. Í hans orðaforða virtust orð eins og vandamál og óframkvæmanlegt
einfaldlega ekki vera til. Öllu var reddað og alltaf var hann tilbúinn að liðka til. Mætti, líkt og móðir hans, öllum hindrunum af ótrúlegri jákvæðni og horfði björtum augum á hlutina. Þótt skráðir væru kannski 70 gestir en kæmu bara 50 eða öfugt eða aflýsa þyrfti með skömmum fyrirvara vegna fjöldatakmarkana í COVID, þá kom oftast komment frá Birni á borð við "Þetta flott, við leysum þetta bara" eða "Já, við gerum bara gott úr þessu". Eldri borgurum í Húnabyggð hefur hann boðið í mat á BOS og á COVID-tímanum fylgdi heimsending með. Þá hefur BOS verið góður stuðningsaðili við framkvæmdir á Kirkjugarðinum á Blönduósi og stutt við fleiri samfélagsverkefni í Húnabyggð. Björn Þór og Sandra hafa gengið lífsveginn saman síðastliðin 17 ár. Hann var henni allt og á milli þeirra ríkti djúp vinátta og einlæg ást. Hún segir að hann hafi verið sinn besti kennari og frábær fyrirmynd í lífi sínu. Hann var alltaf fullur af hugmyndum og með mörg járn í eldinum, farinn að undirbúa og plana hvað hann ætlaði að taka sér fyrir hendur næst. Á sama tíma hafi hann metið frið og ró mikils. Sem eiginmaður var hann góður og hlýr, þolinmóður og umhyggjusamur, bjó yfir næmni og dýpt og hafði mikið að gefa. Í honum hafi verið svo mikið ljós og góðvild sem að hann fann farveg með því að hjálpa öðrum. Við kveðjum þig, vinur, í síðasta sinn og söknuður hug okkar fyllir. Nú minningar vakna vinskap og tryggð vorsólin tindana gillir. Nú þakkað skal allt sem við áttum með þér, það ætíð minn hug okkar fylla. Brátt sumarið kemur með sólskin og yl, þá sólstafir leiðir þitt gilla.
Greta og Kristján giftu sig 24. ágúst 1963. Þau hófu búskap á Húnsstöðum sama ár og byggðu sér þar hús sem þau flutti inn í 1966. Greta bjó alla sína tíð á Húnsstöðum og staðurinn stóð hjarta henni nærri og var henni alltaf kær. Hún gekk í farskóla en 14 ára fór hún til Akureyrar til náms. Þar lauk hún landsprófi og síðar stúdentsprófi frá menntaskólanum á Akureyri árið 1963. Greta hélt áfram að mennta sig síðar á lífsleiðinni. Hún lauk kennaraprófi árið 1991 og útskrifaðist sem sérkennari árið 1995. Á Húnsstöðum sinnti Greta almennum bústörfum ásamt eiginmanni sínum. Samhliða bústörfunum kenndi hún á Blönduósi og á Húnavöllum frá árunum 1982 til 2013. Hún var virk í félagsstörfum í heimabyggð, sat í hreppsnefnd Torfalækjarhrepps, átti sæti í stjórn veiðifélags Laxára á Ásum árabil og var í stjórn sögufélags Austur-Húnvetninga. Þá sat hún í stjórn Styrktarsjóðs Björns Eysteinssonar og einnig var hún virkur þáttakandi í kvenfélaginu Vonin. Á fyrstu búskaparárum Gretu og Kristjáns fór Kristján stundum í uppskipunarvinnu á Blönduósi. Oft voru skipin að koma erlendis frá og hægt að kaupa vörur hjá skipsverjum sem fengust ekki hér. Þá héldu þau stundum veislu bara fyrir þau tvö. Biðu þangað til allir voru sofnaðir og steiktu svo beikon og egg og drukku bjór með. Fengu sér svo súkkulaði í eftirmat. Kunnu sko alveg að njóta. Greta hafði gaman af því að ferðast, bæði innanlands og erlendis, og ferðuðust þau Kristján mikið innanlands. Fjölskyldan var Gretu mikilvægari en allt. Þau systkinin, Greta, Jón og Sigurbjörg, voru einstaklega samheldin og áttu kærleiksríkt samband alla tíð. Með þeim ferðaðist hún bæði innanlands og erlendis. Barnabörnin minnast ömmu sinnar með hlýju. Hún hafði alltaf tíma fyrir unga fólkið, var natin við að finna eitthvað að gera með barnabörnunum, hvort sem það var að spila, púsla eða vasast í garðinum. Greta kveikti áhuga þeirra á að læra nöfn á fuglum, blómum og örnefnum. Hún sagði þeim mikið af sögum og vakti þannig áhuga þeirra á náttúrunni. Margar gönguferðir voru farnar niður að læk að setja báta og flot og einnig var oftsinnis farið út í Selvík. Þar voru settar niður kartöflur á vorin og teknar upp að hausti. Þess á milli var skroppið til að kíkja á grösin, tína steina og leika sér í fjöruborðinu. Hún hvatti afkomendur sína líka til að prófa nýja hluti og kenndi þeim flestum að keyra bíl á túninu heima. Þau Kristján og Greta ferðuðust mikið með elstu barnabörnin, fóru með þau til Vestmannaeyja og svo voru ófáar veiðiferðirnar farnar upp á Arnarvatnsheiði og upp á Auðkúluheiði. Greta las upp úr vegahandbókinni á ferðalögum, tíndi fróðleiksmola í fólkið sitt. Þau Kristján gáfu öllum barnabörnum ferð erlendis í fermingagjöf. Yngri barnabörnin fór með ömmu sinni til London og skipulagði hún ferðina með góðu jafnvægi af skemmtun og fræðslu, passaði upp á að allir nytu sín til fulls. Fyrir nokkrum árum hætti Greta að gefa börnum, barnabörnum og barnabarnabörnum jóla- og afmælisgjafir.
Í staðinn skipulagði hún hestaferðir hvítasunnuna fyrir alla stórfjölskylduna og það var heilög stund sem að enginn vildi missa af. Og það hefur skapað ógleymanlegar minningar sem að fjölskyldan geymir í hjörtum sínum. Greta hafði gaman af eldamennsku, var dugleg að prófa nýjar uppskriftir og hugsaði hollustu. Mjög mikill gestagangur var á Húnsstöðum alla tíð og þangað voru alltaf allir velkomnir. Það var mikið spilað, margir sem að komu við til að taka nokkur spil, sérstaklega í seinni tíð. Greta var líka natin við að heimsækja fólk og kenndi spil. Hún var í mörgum spilaklúbbum eins og Bridge-klúbbnum með Lulli, Sillu og Siggu, en þær spiluðu saman í áratugi. Greta var driffjöður á svo margan hátt, skipulagði viðburði og dreif vinkonur af stað í ferðir. Hún var víðlesin og viskusöm, hafði gaman af hverskyns grúski og naut þess að fræðast. Hún var orðheldin og trygglynd og einstaklega þolinmóð. Eiginleikar sem komu sér vel í kennarastarfinu, enda hafa margir nemendur Húnavallaskóla þakkað henni fyrir að aðstoða þau við námið af einstakri þolinmæði. Enginn var betri að lesa yfir ritgerðir og hefur nánast enginn af niðjum hennar skilað ritgerð án þess að hún hafi lesið yfir, sem hún gerði svo reyndar líka fyrir gamla nemendur og aðra ættingja. Eitt af sérkennum Gretu var að hún horfði alltaf á öll mál frá ólíkum sjónarhornum. Hún dæmdi aldrei fólk né talaði illa eða neikvætt nokkurn mann. Hún innrætti börnum sínum heiðarleika og sjálfstæði. Lagði áherslu á að þau mynduðu sér sínar eigin skoðanir og stæðu með þeim. En sagði þeim þó að hafa það ávallt hugfast að öll mál hefðu fleiri en eina hlið og að alltaf væri val fleiri en eina leið. Greta var með 4 verkefni á listanum sem hún ætlaði að klára áður en hún yfirgæfi þennan heim, sem hún að sjálfsögðu lauk við. Hún skráði öll örnefni Húnstaða í kerfi Landmælinga Íslands. Hún tók saman öll símanúmer sveitarsímans í sýslunni og birti í Húnavökunni 2022. Hún kunni mörg þeirra utanað en lagði þó nokkra vinnu í að safna þeim öllum saman. Í ættinni löng hefð fyrir því að kvenfólk saumi stafaklúta og kom hún yngri kynslóðinni að í fyrravor með saumahelgi á Húnsstöðum. 4. og síðasta takmarkið var að gefa út bók sem þau Kristján byrjuðu á áður en að hann féll frá. Í sumar gaf hún út bókina sem prentuð var í 22 eintökum. Bókin heitir Til þín frá afa og ömmu í sveitinni. Hún fjallar líf og starf þeirra hjóna, Gretu og Kristjáns. Bókin mun liggja frammi hjá gestabókinni í erfidrykkjunni á eftir. Þar birtir hún margar og skemmtilegar sögur úr lífi þeirra hjóna. Hér ein af skólagöngu Gretu. Greta fór í farskóla. Stundum var hann á Torfalæk, næsta bæ, og því gátu þær systur, Sigurbjörg og Greta, gengið í skólann. Þær voru það bil klukkutíma hvora leið. Á leiðinni máttu þær ekki þiggja far með einhverjum ókunnugum. Og einu sinni í hríðarveðri stoppaði bíll hjá þeim og bílstjórinn bauð systrunum að sitja í. Þær afþökkuðu og bílstjórinn sagði við þær að ef það myndi hversa aðeins meira yrði komin stór hríð. Systurnar svöruðu þessu ekki og löbbuðu bara áfram.
Bílstjórinn var greinilega hinn almennilegasti maður og umhyggjusamur því hann keyrði lötur hægt á eftir þeim alveg að vegamótunum heim að Húnstöðum. Greta bjó yfir mikilli yfirvegun og þrautseigju. Hún kvartaði aldrei, tókst á við lífið af einstöku æðruleysi. Hún tókst á við erfið veikindi af ótrúlegri reisn. Alltaf einblíndi hún á lausnir og ruddi öllum hindrunum úr vegi. Og þrátt fyrir að raddböndin væru hætt að virka, þá heyrðist rödd hennar skýrt, allt fram á síðasta dag. Ástkærum syni fylgir hún síðasta spölinn. Vissi að þið, eftirlifandi ástvinir hennar, mynduð spjara ykkur, enda hún búin að búa ykkur gott veganesti í farteskið. Fjársjóð minninga, fróðleik af ýmsum toga, sterka sjálfsmynd og dýrmætan leyndardóm sem ekki verður kenndur öðruvísi en með góðu fordæmi, að vera góð manneskja. Ljósið skín í myrkrinu, nýtt er orðið til. Nýtt líf á nýjum stað, handan hins jarðneska veruleika. Ómur þakklætis umvefur okkur. Yfirbugar ekki sorgina en mildar. Það er gott til þess að hugsa að nú eru þau mæðgin laus úr viðjum veikinda, alheilbrigð á ný og í handan heiminum hefur verið vel tekið á móti þeim og þeim fagnað af undangengnum ástvinum. Sorgin er erfið, en hún er óumflýjanlegur hluti af því að vera manneskja og fylgir okkur út lífsgönguna. Sorgin dýpkar skilning okkar á lífinu og hún kennir okkur að elska dýpra. Býr til ný rými í hugum okkar og hjörtum. Hjálpar okkur að skilja í hverju hinn raunverulegu verðmæti eru fólgin. Og kærleikskraftur Jesú Krists lýsir okkur leiðina sorgardalinn, reisir okkur við og lánar okkur þrek þegar okkar eigið þrýtur. Minnir okkur mildilega á að dauðinn sé ekki endir, heldur nýtt upphaf, hið eilífa líf sem að bíður okkar allra. Guðdómlegur geisli blíður, greiðir skuggamyrkan geim, á undra vængjum andinn líður, inn í bjartan friðar heim. Leið og við felum góðum Guði, mæðginin Björn Þór og Grétu, þá þökkum við fyrir allt hið góða sem prýddi sálu þeirra, þökkum fyrir líf þeirra og störf og allt það sem þau lögðu af mörkum fyrir fólkið sitt og samfélagið. Við leggjum allar minningar í hendur Guðs og geymum í hjörtum okkar dýrmætan minningarsjóð til að ylja okkur og uppörva. Blessuð sé minning Björns Þórs og Grétu og Guð blessi þig sem þetta heyrir. Barnið í heiminn og hjúfraðar sér.
Guð skapari í himnaríki, miskunna þú okkur. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú okkur. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú okkur. Nú lætur þú drottinn þjóna þína í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Við þökkum þér heilagi Guð og skapari, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar að sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum þig að blessa ástvini okkar sem við nú felum þér. Við þökkum þér allt það sem þau gáfu með lífi sínu og biðjum þig að blessa minningu þeirra. Við biðjum fyrir fjölskyldu þeirra og ástvinum öllum. Blessa þau Guð. Í trú á þig höfum við stigið frá dauðanum yfir til lífsins. Styrk okkur sem hér kveðjum og hjálp okkur að vera til staðar hvert fyrir annað, eins við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir felum við í bæninni sem Kristur kenndi og segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Heldur ósjá
Lofaður sé Guð sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Björn Þór Kristjánsson: Af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Góði Guð, veit Birni Þór þína eilífu hvíld og lát kærleiksljós þitt lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Greta Björnsdóttir: Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Góði Guð, veit Grétu þína eilífu hvíld og lát kærleiksljós þitt lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen.
Enginn gengur vísum að. Ég býð ykkur að rísa úr sætum. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og gefi þér frið. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen.